En mataræði, hefur það áhrif á krabbamein? Já, það talið hafa töluvert áhrif á það að ef að maður neytir matar eins og mælt með í alþjóðlegum leiðbeiningum og leiðbeiningum frá Lýðheilsustöð, það að segja að maður reynir að forðast orkurík matvæli og orkurík matvæli það til dæmis álegg, olíur, skyndibiti, þess áttar. Allur matur sem veldur því að maður fitni og eins þarf maður að forðast það að drekka mjög sykurríka drykki af því að þetta tvennt, orkurík matvæli og sykurríki drykki valda því að maður verður of þungur og of þyngd eykur áhættuna á því að fá krabbamein. Ef maður tekur krabbamein sem eina heild og sem maður á í rauninni ekki að gera því þetta eru svo margir mismunandi sjúkdómar að þá eru þeir sem eru of þungir og þá er maður að tala þá sem hafa líkamsmassastuðul yfir 25 þá hafa þeir að minnsta kosti helmingi meiri líkur á því að greinast með krabbamein heldur en þeir sem hafa eðlilega þyngd. Og hjá sumum krabbameinum eins og til dæmis eru algeng hjá karlmönnum, blöðruhálskirtilskrabbamein, krabbamein í vélinda og maga og lifrarkrabbamein sem reyndar ekki algengt en það eykst að minnsta kosti það tvöfaldast tíðnin af þessum krabbameinum ef maður of þungur. Ég heyri það að við varum, að sykurneysla hefði þrefaldast á síðustu 50 árum. Já, hún hefur gert það. Hefur ágjörð því? Mjög miklar ágjörð því og sérstaklega sykurneysla barna vegna þess að ef maður er of þungt barn að þá er maður yfirleitt alltaf líka of þungur eldri einstaklingur. Það er mjög sterk fylgni milli þess að vera of þungt barn og of þungur eldri einstaklingur. Maður á mjög erfitt með að losna við offituna. Þannig að það þarf að beita sér markvisst hjá börnum sérstaklega. Svo er annað sem er oft talað að maður er að borða mikið ávöxtum og grænmeti til þess að koma í veg fyrir að fá krabbamein. Og sumar rannsóknir hafa sýnt að maður geti jafnvel helmingað áhættuna sína á að fá krabbamein ef maður borða mikið ávöxtum og grænmeti. En líklega er mikill partur af því bæði vegna þess að það eru mjög góð efni í ávöxtum og grænmeti sem eru andóksunarefni eða fítokemikalar sem hafa mjög góð áhrif á heilsuna. Og svo er það líka vegna þess að þá borðar maður minna orkuríku fæði. Það er ekki alveg eins orkuríkt grænmeti og ávextir eins og kjöt og fita. Þannig að því leitinu þá stuðlar maður að betri heilsu. Og trefjar hafa áhrif á meltinguna, er það ekki? Trefjar hafa áhrif á, jú, það gera það. Það er minna trefjum í svona mikið unnum matvælum. Akkurat, einmitt. Þannig að maður á helst að borða heilkorn, bæði í brauði og heilkorna pasta og heilkorna rísgrjón og þess áttar til þess að hafa góða meltingu. Og það er talið draga úr áhættu á að fá ristikrabbamein.